Komið sæl, kæru hlustundur og verið hjartalega velkomin í hlaðvarp Myntkaupa. Í dag föstudagurinn 5. september 2025 og Bitcoin í $111.309 og hjá mér sestur Björn Harðarson. Vertu margblessaður, Björn. Já, blessaður sæll, Kjartan. Ég held ég fyrir rétt með í síðasta þætti þá ekki að breyti öllu máli en allt breytir þetta samt svona smá máli upp á tilfinningarnar að þá byrjaði ég þáttinn að tala um $112.000 okkar dollara Bitcoin. Þegar við löpuðum hérna inn þá voru við 113.000 rúmlega og markaðan var alltaf að liftast upp. Við höfum nú ekki tíma til að setja ykkur inn í hvort það væri eitthvað að valda þessari. Já, hvað á síðasta klukkutíma Bitcoin allt í núna 1,5% niður, í Ethereum 2,6% niður, en punkturinn kannski sá að eins og við höfum talað um að ágúst og september eru í sögulegu samhengi með verstu mánuðum í kryptó og það alltaf þetta, hér nú geta verið öðruvísi og það eru tínt til ákveðin rök fyrir því og við svona fengumst aðeins við þær pælingar og en ágúst allavega sannlega virtist vera svona fyrir Bitcoin að minnsta kosti svolítið dæmigerður ágústmánuður. Já, jafnvel lélegri en venjulega þú veist á þessu 4 ára. En ég myndi segja að kryptómarkaðurinn í heild sinni, Ethereum og svo framvegis kom ágætlega út. Já. Og ef sagan heldur áfram að ríma við það sem hún hefur oftast gert í september, þá ætti þetta að vera svo enn verri mánuður þar til við förum svo upp í 4 ársfjórðungi. Og september mjög lítið búið af september. Já. En til þessa hann búinn að vera bara dapur. Ég meina við fórum í 107 eitthvað sko. Já, mér þú veist og ég hef heyrt menn tala eitthvað svona 94.000 Bitcoin og eitthvað svoleiðis, ég veit það ekki, en við erum að hafa það í samhenginu við þetta að á meðan september hefur verið lélegur, þá hefur sérstaklega fyrstu 2 vikurnar september hefur lélegar. Já. Þannig að þú veist, seinni hluti september oftast betri heldur en fyrir hluti september, sko. Einmitt. Mána velti fyrir sig hvort það sér hennilega bara orðið, þú veist, markaðir virðast vera bara það mikið að, þú veist, alltaf þessi stór faktor í því að ástæðan fyrir að sagan endurtekur sig svona oft að markaðurinn náttúrulega, þetta at the end of the day þó að séu þetta mikið af allskins bottum og öðru sem eru þáttakendur, þá þetta at the end of the day mannlegar ákvarðanir sem stýra markaðunum sko. Já. Og hvort það sér hennilega bara þannig að nú september, þá bara ætla ég að vera beris og selja og dömpa og þú veist, en já, maður veit ekki. Og ég held að sé þannig, sko, en svo þú veist, eitt svona áhugavert, sko, sem ég bara datt allt inn í hug núna, sem ég sá svona smá umfjöllun í vikunni, sem að David Bailey, Bitcoin Magazine var að tala að hann var að tala sko, hvað búið að vera að kaupa mikið eins og við erum búin að tala mikið, kauphallarsjóðir og fyrirtæki og annars í Bitcoin. Og hann sagði, sko, í rauninni ekkert margir að selja þú veist, og ef það ekki fyrir 2 hvali, svona OG hvali sem við nú að dömpa alveg svakalega miklu, þá væru við selja í svona 150.000. Það einhver 2 hvalir sem búin að vera að selja alveg gríðarlega mikið í ágúst. Því að þeir hafa náttúrulega sko miklu meiri áhrifaldur en bara þeirra sala sem slík sem auðvitað hefur talsverð áhrif. Þetta bara svo mikið það að þetta heldur dálítið kaupendahliðinni hjá alltaf þessum stóru aðilum sem eru að hugsa sko gífurlega stór kaup. Það heldur þeirri hlið dálítið gíslingu, þeir vilja dálítið að þetta svona skólist út og þeir séu með svona clear skies ahead. Já, meira að segja sko þessum tíma í búlranninu þá eru venjulega hvalir hættir að selja. Og ef við tökum þessa tölfræði með þessum 2 hvölum, þá eru við rauninni í svolítið svona oversold territory með að við svona, ef við tökum bara hvala tölfræðina sko. Þannig að þetta er svona óeðlilega mikið sala miðað við þetta tímabil í búlranninu sko. Það einmitt ég tek eftir að það er komið nýr mælikvarði á CoinMarketCap
sem average crypto relative strength indicator ok, sem mælir oversold, overbought samkvæmt honum ég tek fram, mér finnst það make a sense sem þú ert að segja sko, og ég tjekkaði í gær, þá var hann nærði að vera oversold, nú var hann í 53,17, hann er í neutral zone en já. örlítið nær samt Já, overbought sko. og þetta sem ég er að tala um, þá er bara tekið þú veist hvernig þetta er rækjurnar og þú veist allt þetta flokkandi, þá bara teknir þessum að uppfylla skilin hvala og bara skoða það er ekki, þú veist, það var ekki miðað við þessi oversold overall, Nei. heldur bara út frá kvölum sko. Sem held ég hvað, 1000 bitcoin plus eða Já, er það ekki, eitthvað álíka. Ég man ekki alveg hvernig það var í. 10.000. Nei, Það kann að vera mér stafn orðið frekar frekar ströng skilgreining en það má vel vera, það var potið þannig alltaf eitthvað tímann sko, en þú veist 10 bitcoin núna miljardur dollara plus sko. já, En sko það er annað í þessu, maður er ekki búin að sjá fear and greed indicatorinn á CoinMarketCap, hann er ekki búin að fara, sko hann fór undir 40 og var þar í einhvern tíma í 39 og eitthvað, hann er 41 núna, þú veist, við erum ekki búin að sjá hann fara, hann kannski rétt kíkt eitthvað í 50, það er 1000, já, fyrir ekki að það er 1000 bitcoin, já, það er mikið sem það er á 111 miljón dollara. En ok, sko, við þegar ég var að undirbúa þennan þátt, mig langar að tala konsept, verkefni, bálkakeðju, token, hvað vill kalla það má rauninni kalla þetta allt á þessum hugtökum og það er World Liberty Financial. Maður spyrja, viltu fara í það áður en ég tek aðeins svona update, svona fara yfir hvernig ágústmánuðin kom út með Nei, byrjum á því, það er góð punktur. Ég held að það sé ágætt að þið með þetta sem vorum að tala um áðan sko. Já, það er góð punktur. Byrja á því að fara aðeins yfir það sem ég veist áhugavert sko, eins og þú varst að tala um áðan með hvað september er lélegasti mánuður og ég held að ég síðast að þetta töluðu samt að 2021-2017 hafa rauninni verið í pluss. En núna var Bitcoin 6% niður í ágúst. Það er mjög svipað og er venjulega í september. Þannig að þú veist, ég ætla ekki að fullir það en sumir segja, þú veist, Bitcoin halving var mánuði fyrr. Núna held ég þar áður ef ég maður rétt. Jú, það er alveg rétt. Já, og við höfum séð stundum svolítið indikator að við séum svona aðeins á undan einhvern veginn í sem að svona sagan segir. Þannig að þú veist, það er alveg svona pæling að þú veist að mögulega verður kannski september ekki eins neikvæður og hann venjulega verið. Kannski erum við að taka þetta út í ágúst. Ok, ég er ekki að fullera það því að það er þetta annað sem að september hefur gert það er svona sveiflurnar á markaðir held ég þetta mest í september sko. En svo er þetta ekki búin að vera svo mikla sveiflur í þessu búlranni miðað við áður sko. En mér finnst þetta mjög áhugavert og og ég meina á september þú veist oft kallað rektember sko. En við erum venjulega í september 3,44% niður í Bitcoin. En setjum við í samhengi, við ætlum að bíða eftir því að október komið og ætlum þá að kaupa inn að því að þetta er svo lélegu mánuður. Ok, hvenær ætlum þá að koma inn eins og við höfum verið að tala um undanfarið. Ef við tökum 2017 að þá hækkaði Bitcoin þú veist, 47,8%. Í september? Já, nei, október. Í október. Eftir niðursveiflu í september. Þú veist, og við setjum við kannski smá samhengi, 2017, september 13,38% niður. Þú veist, já, sveiflan upp þá er 47,8%, hún er ekki upp 47,8% í október, sveiflan frá þeirri neðst í september sko. Og 2021 þá fór það upp 40%. Þannig að október er á sama tíma við tölum rektember en við tölum upptóber. Og múnvember með november. Já, svo hættir okkur til að tala þetta út frá bara, þú veist, bara raunin út frá Bitcoin alltaf. Við erum alltaf að tala um hvað hækkun og lækkun er mikið prósentu í þessu. Og við tökum bara september og því, þú veist, ég er að mörguleiti bara ánæður að Bitcoin er ekkert að gera neitt rosa mikið.
Ég trúi þá hafi öll hinn coinin möguleika á að gera eitthvað. Meðal hækkun Solana í september 14%. Já, einmitt. Þannig að september ekki lélugur fyrir altcoin sem Solana. Nei, og ég meina, þú veist, altcoin finnst mér heilt yfir, ég meina, við tölum nú Ethereum sem altcoin. Þú veist, ég meina, þú veist, þeir eru núna, þeir voru yfir 4 og 5 rétt áðan, en það eitthvað smá pullback núna, en það yfir 4 og 3, XRP í 282, Solana í 205. Já, Solana kom ágætlega út ágúst, menn ekki hvað 6%, en 11, það allan upp, sko. Þetta þú veist, mér finnst bara eins og, við höfum verið að tala oft mér á, kannski sérstaklega í þessu hlaðvarpi, sko, að mér finnst bara einhvern veginn, þú veist, þessi markar sem við erum í, þetta hefur öll einkenni þess að við erum ekki lengur í einhverju svona ekstrím 4 ára hringrás. Þú sér það að Bitcoin hefur aldrei frá hæstu hæðum í nóvember 21, 69.000, þá myndum við þurfa $138,000 Bitcoin til að fá bara 2x á það, sem sko, þú veist, það er ótrúlega lítill multiplier ef við skoðum í sögulegu samhengi frá þess að hæstu hæðum yfir í svo næstu hæstu hæðir í næsta topp, næsta bull market. Og við höfum hæst farið 124.000, við höfum ekki einu sinni náð að tvöfalda toppinn frá 2021. Þráttur að halving hafi átt sér stað fyrr, og ég held að... Og þrátt fyrir, þú veist, alltaf momentum í þú veist, löggjáfanum, í kaupallarsjóðum, í fyrirtækjum, í... Allt annað landslag, ég finna bara, sko, þú veist, 20.000 toppurinn 2017 í desember, hann var þá sér 3,5-földun, á toppum milli 2017 og svo 2021 20.000 í rétt tæplega 70.000 og þú veist, og meira sér það fannst mörgum vera ákveðin vonbrigði en þú veist þá þú veist, og það hafði líka verið sér botninu var rétt rúmlega 3.000 2018 og þá frá botninum á botninum á bear market yfir í svo toppinn að þá ertu að tala þetta var 3.200 eitthvað, en ef við segjum bara til hæðarauka ákveða 3.000, það var cirka 23-földun, en okkur segja 20-földun og meiri segja það var sko, þó að hljóminn alltaf svakaleg margföldun, þá var það í sögulegu samhengi, það hafði aldrei verið svona lágt frá margföldun milli botsins á bjarnamarkaðanum og toppsins á bullmarkaðanum. Og núna var sem sagt í, hvað var ekki, september 2022 sem Bitcoin botnar í 15.500 og við höfum aldrei náð einu svona tífalda það. Og það má vel vera að við förum og gerum það núna í ásett 4. ársfjórðungi. Ég get alveg trúið því. En þú veist, punkturinn minn bara þessi að ég svolítið að vonast til þess og þetta vil ég sjá krypto standa sig vel á næstu mánuðum, en það samt ég verið að vikina, það bara svolítið partur af mér sem er að vonast til þess að við förum samt ekki á eitthvað parabolic bullrun í Q4, því ef við gerum það, þú veist, virkilega eitthvað svona bara hækkanir sem alveg rífa andlitið bara af fólki, sko, þá finnst mér þá mun ég hugsa mér virkilega 2 árum árinni fyrir að halda þið fram að þessi 4 ára hringrás eigi ekki við, þú veist, þá maður farin að búa, en ef maður sér þetta bara svona halda áfram að malla svona frekar confidently jafnt og þétt upp, sko mögulega Bitcoin $150,000 skiluru, þú veist þá ég samt bara svona ok, ég ekki að fara að kaupa það með allt sem í gangi og það hækkunin sé allavega ekki meira íkt en þetta að við séum að horfa að sjá okkur harkjarna bjarnamarka, sko. Nei, þú veist að miða við það þá ætti rauninni sko Bitcoin að toppa í október. Já, einmitt, og rosalega erfitt með að sjá það að gera, sko. Þannig að engin, ég ætla að halda áfram að fylgjast með þessum helstu indikator sem að sjá það. Þú veist, bara nýjasta sem ég skoðaði var Rainbow Chart. Það þegar við förum í rautt, þá erum við komin í svona ákveðna hættu. Við erum bara ekki bláu alveg neðst, sko. Þannig að þú veist, ég ætla að halda áfram að fylgjast með því, en þú veist, eins og þetta lítur út í dag, þá erum við að fara yfir á næsta ár. Já, algjörlega. Og ég meina, þú veist, og vonandi bara, ég sé bara, ef maður virkilega heldur með kryptó,
þá viltu bara að þessar svakalu hringrásir þær séu bara að baki. Auðvitað verður alltaf einhvers svona, það er í öllum mörkuðum. Já. Við tölum hérna global liquidity og hérna money supply, það fyrir í ákveðna 4 ára hringrás og hérna það er correlation við eignamarkaði. Það er óhjákvæmilegt, en einmitt þetta extreme dæmi, Já, og bara fyrir... þetta er, eins og þú líka sagði svo vel, ég held í síðast þætti, sko, er að, þú veist, fólk sem rektast á þannig mörkuðum, það er oft svo ólíkt að vilja snerta þetta aftur. Já. Þú veist. Þannig að það er ekki leiðin til að einhvern fá massa adoption og þetta verði virkilega, þú veist, framtíðin sem við trúum að þetta sé, að þetta, þú veist, halda áfram með þessum hætti, sko. Það verður líka miklu skemmtilega að halda út þessu hlaðvarpi ef við fyrir mikið nefnir 2 ára hérna markað. Vá, einmitt. Það væri alveg, já, það er challenge. Við meðum þó eiga það, að ég meina við fengum eins konar mini bear market hérna í vor. Já, í byrjun ás, Já, svona ég var að segja febrúar, mars, apríl. Það var bara bjarnamarkaðar. Við bara stóðum keikir og hérna, þú veist, vorum bara konsistent. En aðeins með hérna Bitcoin, hefur fylgst með gulli? Já, gull var break all time high. Það er bara ótrúlega að sjá hvað, þú veist, segir kannski einhvað hvað hérna, svona iðnaði fjárfest, hvað lönd kannski frekar. Hvernig er að horfa á svona þetta Fiat-kerfi og markaðin í heilsinni, El Salvador var að kaupa gull fyrir $50 million. Er það? Já. Ég heyrði ágætis svona pælingu sem að sagði, sko, ég tek fram, ég sá frétt það er aldrei að það ganga inn vísu að frétti séu sannar, en ég sá frétt á svona frekar áræðilegri heimild. Já, ég heyrði eitthvað segja, sko, já, gull er, þú veist, það er hérna svona, hvað kallar maður svona flóta asset eða svona hedge asset fyrir lönd og jafnvel þá stór fyrirtæki líka einhver leiti en aðalega lönd. Það er það sem að rauninni Bitcoin eru fyrir einstaklinga. Já, einmitt. Þannig að þú veist, í gegnum tíðina hefur Bitcoin elt gullið, þannig að þú veist, mögulega eru að sjá Bitcoin fara í október svolítið á run og getur gert alveg gott mót þarna í loka árs. Já, ekki spurning. En ég er mjög spenntur að fjalla þetta fyrirbæri sem ég nefndi áðan, World Liberty Financial, og mér finnst það áhugavert fyrir margra hlutasakir. Þetta er náttúrulega gríðarlega stórt. Það er kannski bara fyrir hlustendur til að byrja að ná utan hvað í óskopunum er ég að tala þá ætlum ég bara að byrja að segja, sko, það er token sem er númer 30 á CoinMarketCap með heildarmarkaðsvirði upp á $4,5 milliarder. Sem er nýkomið út, ekki? Sem er nýkomið út. Það sem launchaði á exchanges á opnum markaði bara núna í byrjun mánaðar. Og verðið er 18,25 cent og þetta heitir World Liberty Financial tokenið. Og World Liberty Financial plattformið eða keðjan er eins og ég skilda, þetta er bara svona, þeir kalla þetta, sko, when TradFi meets DeFi. Þetta er svona DeFi lausn, þeir eru með náttúrulega þennan stablecoin sem við fjallaðum hérna, USD1. Já, og þetta er governance tokenið yfir þeim, þeirri stöðuleikamynd. Og svo eru plön allskins aðrar DeFi solutions eins og bara lán og það verður hægt að swappa hérna, sko, þú veist, ég er svona og þú veist, líklega mögulega staking og svo framvegis og hver veit hvað enda, ætlar mögulega að fara að setja real world assets, það sem getur treyta hlutabréf á Liberty Finance. Þetta er einhvers konar svona vision. Allt sem að DeFi hefur upp að bjóða ef við þekkjum Decentralized Finance. Já, einmitt. Og sko, þetta er Trump Media, ekki satt. Þetta er Trump fjölskyldan og í samstarfi við nokkra aðra. Það var mikil eftirvænting hjá mörgum. Ég viðurkenni, það var hægt að taka þátt í pre-sale á þessu tókeni. Já. Það var 2 ránd. Já, veistu hvað verðið á prísælinu var, eða? Já, það var 2 ránd. Fyrra rándi var 1,5 cent og síðar rándi var 5 cent.
og ég heyrði þetta á þeim tíma, ég tók ekki þátt í því, það gat hver sem held ég. Er það, já? Já, það gat hver sem tekið þátt í því. Ég held ég fara örugglega rétt með það. Það var ekki vandi, en þú varst á að veðja á skilur hvenær þetta myndi vera tilbúið og svo framvegis. Það er svolítið langt síðan Já, mér langar að segja tala þetta plattform í meira en ára. Já, mér langar að segja svona ár sem þetta byrjar, en ég tók ekki þátt í þessu. Ég búinn að kaupa svolítið af þessu tókenni, hefði betur beðið með það. Ég niður örugglega svona 25% af því. Og þetta, ég held ég geti sagt að sko þetta eru mikil vonbrigði, þetta láns. Þetta byrjaði cirka í 30 centum. Það er eðlilegt að það sé selt pínu niður af því að það var að unlockast hluti af þessum sem kom inn í príselið á 1,5 til 5 centum. Þú veist, ég get bara bætti inn, sko. Ég hef verið svolítið síðustu svona 4-5 árin svona að leika mér í svona prísel dæmi. Og ég hef svona stútir þetta aðeins. Og ég hef svona með þess að stundum haft svona tölur mikla efasemtur hvað maður græðir að vera í svona prísel, að því það er oft læst yfir einhvern x tíma. Og það sem ég sé oft, sérstaklega svona fyrstu 2 vikunar, það er alltaf eins og þú nefndir þetta, það er alltaf lækkun og hún fer mér svo oft niður fyrir prísel verðið. Þannig, þú veist, upp á það að gera veit maður hversu svona, hvað að segja, hvað sagðirðu, þetta væri svona svolítið svona vonbrigði? Já, ég meina, þú veist, maður var búin að heyra auðvitað, þú veist bara alltaf hvernig þetta er, að það er alltaf ykkur sem hafa gríðarlega væntingar. Þú sagður maður ekki að það bara þetta fer strax bara yfir dollar, þú veist, það er $100 miljardar eða 100 miljardar tókenar fully sem sagt diluted token supplyið, sko, og það var einhver menn held að það yrði circulating supply til að byrja með bara 5, en svo er það rétt tæplega 25 miljardar, þess að 1/4 er strax komin í circulating supply. En það sem mér og svo náttúrulega margir bara að hafa frétt á viðskiptablaðinu og öllum þessum mainstream fjölmiðlum sem bara fjalla bara auður Trump fjölskyldunar stóreykst bara á einu vettvangi, 6 miljardar dollar sem er þetta búið að lækka talsvert núna, sko. Og þú veist, og eðlilega eru menn konum bara hér, hvenær stoppar þetta? Ég meina, hann er komin Trump Media og Crypto.com, Zero Treasury sem fjöllum síðast. Núna þetta, það var þetta meme coin og ég held að aftur, við komum alltaf að þessu blessaða meme coini, Trump coin, sem ég held til dæmis að sé alveg stór faktor í, sem dæmi, maður er að tala um það nokkra og þeir voru, er þetta ekki meme coin? Já, menn er að tala um meme coin. Já, og maður er bara, þetta er náttúrulega alls ekki meme coin, sko. En menn eru bara svo brendir af þessu og ég held að kannski partur af teiminu vildi ekki sjá þetta alveg skyrocket eins og Trump coin gerði á sín tíma, því að ef þú gerir það þá bara fer þetta lóðrétt niður aftur. En nú hins vegar, já, ef maður fundir svona verðfall vera orðið það mikið og úrskil þetta, ég held að það hafi náði í 40, að það er alltaf skráðu toppurinn á CoinMarketCap, fór í 46 cent, ég veit ekki alveg hvað því, ég sá það ekki gera það, ég sá það fara í 30 og eitthvað, sko, og svo bara fór það alveg niður í næstu undir 16 og núna hann eitthvað rétt yfir 18. Og það og fólk er gerðilega pæli í þessu, það er strax komin, sko, hafa borist beiðnir frá viðstöðunum að við listum þetta token og ég ætla auðvitað ekkert að útiloka hvað við gerum í framtíðinni og mögulega náinni framtíð má vel vera, en sem dæmi, sko, þú veist, þráttur að ég sjálfur í þessu, þú veist, við myndum ekki lista þetta token fyrr en við erum algjörlega búin að ná utanum öll þau grundvallaratriði sem við teljum skipta máli áður en við hjá myndgum bjóðum viðstöðunum upp á þetta og þar kemur þetta dálítið inn á ef við berum þetta saman með hitt Trump verkefni sem var Zero Treasuryið. Það kemur bara tilkynning upp úr þurru þegar að beðið með hana og svo komaði strax og bá svona þessar tilkynning út þannig að allur kryptóheimurinn það kom bara einhver gluggi hana sólarringur eitthvað sem þetta var bara langsamlega stærsta fréttin og þráttur að það hafi verið frekar svona komplex package þetta Zero Treasury og þetta samstarf við Yorkville og þessi listing á þessu Make Zero Great Again eða MCGA batteríi að það var mjög auðvelt að ná utanum strax
nákvæmlega hvað var í gangi, hvernig voru að fara að gera þetta, hvert planið var, þetta var allt svona mjög thorough setup. Það sem mér hefur fundist vanta hér þú veist, ég þurfti að hafa talsvert mikið fyrir því að ná nákvæmlega utanum bara, hvert roadmapið, þú veist, hvað nákvæmlega, hvert value propositioni hjá World Liberty Financial tokeninu og svo framvegist. Þetta hefur verið dálítið Mér finnst það svona svolítið að taka ákvörðun as we go, bara liggu við. Það er alltaf tilfinningi sem maður fær svolítið. Já. Og markaðurinn augljóslega er alltaf að segja, þú veist, að því raun og veru, sko, þetta ætti ekki að vera síðri frétt, heldur til með CRO treasuryið, skilur mig, ef þú bara spáir í það. Þannig er bara komið nýtt risa plattform og veltan hefur verið, sko, hún fór í $6,5 miljard á sólarhring veltan. Hún toppaði þar, nú er hún í 1,6 en hefur verið í kringum 2, þetta er gríðarlega velta á þessu tókunni, langt meiri velta heldur en á tókunni sem eru hérna í nágrenni við þetta. Þannig að sko, já, maður er svona, þú veist, hvað er þitt take á þetta? Sko, Áttu í þessu? nei, og þú veist, má ég bara vera bara svolítið bara svona gagnrýnin? Að sjálfsögðu, Björn. Þú veist, ég tek það fram, sko. En Trump gæti verið að hlusta, þú veist það, en ok. Ég tek það fram að hérna, gagnrýni mín, hún sem að, þó hún sé staðreind, þá hreyfur hún ekkit endilega við markaðunum, þú veist, því við höfum talað einna, markaðurinn ekkit endilega hérna rökréttur alltaf, sko. En þú veist, ég ætla að segja svo, ok, það er hérna styrkleikarnir, þetta er bara mjög, þetta er bara svona það DeFi project svona lán sem fær mesta athygli. Þú veist, ég meina, myndi ég freka fara í Aave, heldur þetta long term, já. Aave er svona stærsta DeFi plattformið, sko. En þú veist, er þetta að þjena eitthvað mikið svona short term, alveg örugglega. Og það er svona talað að svona, jú, þetta er svona, það er góð endurskoðun á þessu, hvernig allt er og svona gegnsætt og eitthvað svo leys, og það er svona jákvæða hlutinni. Og meina, samt að þetta governance, sem governance token þýðir rauninni að token holderar geta hérna kosið alls konar ákvarðanir. Það er ákvarðanir tekna þannig. Og bara jákvætt að þú veist, per hérna veski, þá færðu ekkert meir en 5%. Það er að segja, ef þú átt 10% í þessu öllu, þá færðu samt bara 5%. En auðvitað er þetta að dreifa þessu einhvern veginn. En það sem að mér finnst svona, ef ég á að tala svona neikvæð, það var rosa mikið unlock bara frá þeim príselunum, bara strax og það kom út. Það er ekki alveg vita hvað, 5 eða 20%, en mér finnst það rosa mikið. Já, ég skildi það þannig sko að það var, talan var alltaf 5% sem að vera að tala um. Já. En svo kemur strax fram bara að það er augljóslega 24,6%. Já, það er bara alltaf hækka talan. Já, en hún það er staðfest. Já, sko, en það er rosa mikið. Þú talaði við staðalveg í staðan. Hún var strax leiðu þetta var lónsað. Það kom fram að circulating supply væri 24,66 miljardar. Hún hefur alveg haldist óbreytt. Skýringarna sem maður hefur verið að ná utanum er að þetta eru einhverjir þessum stóru aðilum sem eru í þessu, sem eru búin að segja að við erum ekki að fara að selja neitt, sko. En aftur, þetta er klaufalegt. Já. Þetta er, þú veist, það fór að redda sér með því að reyna að kynna eitthvað buyback-program, sko. Já, og það er alltaf annað sem er, að því að svo heyri líka gagnið sem mennar segja bara, þú veist, þeir voru með narratífið, hérna Erik Trump og hérna Don Trump Jr. Að þeir sögðu sko, við lendum í því, eins og við talaðum inn í þessu hlaðvarpi, hérna bara fyrir ykkur 2 árum eða eitthvað sko, í hérna stjórnartíð Biden, að það var bara verið að debanka okkur fyrir það eitt að, þú veist, pappa okkar var controversial public figure, skilurðu, þráttur við erum með algjörlega lögmætan business og hérna, þú veist, multi-billion-dollar operation, að þá allt innu bara, bankar segja, já, nei, þið eru bara hérna eitthvað persona non grata, viljum ekki að viðskipti við ykkur, og þú veist, og skilur þeir segja bara, við viljum búa í þannig heimi að
þú veist, hvort sem þú ert kommunisti eða trumpisti eða whatever, sko, við getum haft ólíkar skoðanir og ég vil hnakka rífist á Twitter, en það verður að vera heilagt að, þú veist, aðgengi að fjármálaþjónustu já, er bara eins og aðgengi að hérna mat og húsaskjóli, skil, þú getur ekki sagt bara herri, að þessi maður er með einhverjar pólitíska skoðanir sem er ekki í lagi, sko, herri, hann fær bara ekki að hérna næra sig eða hérna fæða bönni sín, þú veist, sá heimur gengur ekki. Og þess vegna sagði hann sko, hérna, viljum hann bara búið til plátt, þess vegna heitir þetta World Liberty Financial. Bara heyrðu, þetta er bara saman hvað þú ert, saman hvaða stjórnmálaskoðun þú ert með, saman hvort þetta er vinsæll eða óvinsæll eða hérna, hvaða kyn þú ert eða hvernig liturinn á húðniðin er eða hvað það er, þú ert með aðgang að þessu og það er enginn að fara að geta stoppað þig. Og þá komum við... Enginn að fara að geta stoppað, já. Þú ert örugglega að fara að koma inn á enginn að fara að geta stoppað. Nú er einhverja að koma inn á eitthvað sem ég fæ bara í morgun þegar við erum búin að ákveða að taka þetta svolítið fyrir og þú veist, ég tekka fram að ég er að setja minni þetta bara svolítið as we go along, sko. Ég var ekki mikið að pæla í þessu fyrir þetta en ég ákveða að stökka á þetta hérna aldrei bara fyrsta, ég er búin að kaupa í skömmtum frá fyrsta og öðrum, þriðja og fjórða og já, ég keypti aðeins í gær. Eða fyrradag, en hérna að það kemur þetta, þú kannski getur sagt mér meira um það ég botna ekki alveg lýsu Justin Sun já, hann er stór fjárfestir í þessu uppálega já, og svo og Justin Sun, bara fólk veit ekki að Justin Sun er hann er þetta mjög hérna. já, stór nafni í þessu, til þess að maðurinn á baku Tron bálkakeðuna og já, einmitt var það hann sem keypti Trump-dókun til að fá dinner með Trump? Nei, það var hann, já fekk ekki nú mikið tíma, sagðan. Já. Og hann er einmitt stór á Tron. Já, og hann er einn aðaleigandi af Kaupöld sem að heitir hvað? Há eitthvað. Ekki Huobi, nei. Skiptir ekki öllum máli. Þetta er virkilega heavy player í kryptospacinu, stór fjárfestir, áhrifamikill kryptofigjur. Hann er early investor í þessu og hvað er það sem gerist nákvæmlega í þessu? Já, hann sendir tölvöld stórt chunk af sínum stakki í World Liberty Finance. Financial, já. Financial heitir það veist. Þarna yfir á þess að Kaupöld sína og við það blacklistaðar vestkiðans. Þannig að þeir rauninni setja það bara í frost. Ok, þú veist, og þá spyr ég sko þeir væntanlega geta það að því þeir eiga langmest af þessu tókinu að núna stjórna þeir bara, þetta er mjög centralist keðja beisli af því að tókinu er ekki komið meira dreifðari. Ok, áður höldum áfram, ætla ég bara aðeins að koma inn á það. Geta bara allir kalla sér DeFi. Decentralized. Já, mjög góð punktur. Og tökum það bara aðeins. Það er talið fyrir ekki ég veit og átt í þessu ég er góð, þú bara það er bara talið að Trump og fólk tengt Trump og hans fyrirtækjum eigi 40-60% í þessu ok, ef þeir eiga 40-60% í þessu og dreifa það milli veskja þá er ekkert verið að taka ákvarðanir út frá einhverju svona líðræði, það er bara þeir eru að fara að taka þær ákvarðanir sem vilja taka. Að minnst eitthvað til að byrja með, þú veist, ég skilur, meðan eignar hlutdeildin er þessi. Síðan, svo byrjaði að selja, bara svipa og gerist með Trump-tókanið. Já, einmitt. Þannig að þú veist, já, ég meina þeir væntanlega sem að stýra þessu, veit ég hvað þú kalla fyrirtæki, þessu FLFI, taka þessi ákvörðun á fristans. Mér er alveg sama hvort hann var að fara að selja eða ekki. Veist, hann segir reyndar að hann var bara að testa hvort allt virkaði og hlutis. Justin Sun er þetta sérstakur fyrir, þú treystir nú ekki öllu sem hann segir, sko, en skiptir ekki máli. Mér finnst það mjög skrítið að Ég var að vonast til að það væri fake news. Eitthvað, þú veist, nei, þetta er það ekki, sko. Þetta er hérna bara efst á CoinMarketCap. Ég gerði svona frekar þörró bara hérna meðan ég var að fá mér hádegismat sko áðan af því að þetta skilur þannig að þetta virðist vera staðreind að það er búið að blacklista adressun hans. Sko ég hugsaði bara í samanbyrjun. En já, það er reyndar aðeins annað að blacklista og frista eftir hvernig það er gert. Ég hef séð bæði frist og blacklist vera sagt í þessu. Blacklist er held ég alveg rétt.
ég veit ekki alveg hvað það þýðir runni. Jú, að því að sko, þú getur faktist þá ertu óbeint að frista, skilur, þú ert basically bara að senda allir með skilabóð allir að kaupa allir, bara, heyrðu, þetta er blacklist og adressa, ef það kemur eitthvað deposit frá henni, þá verður það fristan, en þá munurinn er sá samt sem er alveg skiptalega smá máli, tæknilega, en líka öðru leyti, að þá ertu visslega ekki að það er ekki inngrip í sjálfa bálkakeðina, skilur, þú getur alveg bara sem dæmi, þú getur alveg blacklista adressu á hérna Bitcoin bálkakeðinni, þótt þú sért ekki með neitt inngrip í bálkakeðina, þá ertu bara signala fyrir til dæmis aðra kaupallir að hérna, ef það kemur innborgun eða úttekt á blacklista adressu. Já, breytir það einhverju fyrir Justice Sun ef það ætlar að selja þegar, ok, bara, þú veist, þetta er semst... Já, ef hann er að senda svona eigin kaupall. HTX, sem HTX, hétt áður Huobi. Já, einmitt. Það er hans kaupall, þannig að hann ekki bara blacklista, taka á því blacklista sjálfa. Nei, einmitt. En þá gæti þetta orðið eitthvað svona það sem fer af, þetta gæti orðið eitthvað messa. Já, mér er það samt ekki stóra málið í þessu, hvort hann selur eða ekki. Nei, einmitt, þú veist, hvernig þetta er í hug, þetta er svo slæmt innlegg inn í umræðina, hann var nú þegar verið eitthvað svona ströggl í gangi með þetta og svo er þetta fyrsta stóra fréttin þetta. Já, bara, þú veist, maður kom eitt, manstu hérna bæbitakkið? Já. Þá voru menn að tala svona svo kallar rollback á Ethereum-keðjunni. Einmitt, sem hefði verið katastrófist. Já, og þeir gerðu þetta svo sem í fyrstu árunum, þar sem var eitthvað svona hack og hafa verið gaggrindi fyrir það og þú veist, menn segja annarkvort ertu decentralized eða ekki. Einmitt. 100%. En bara ekki spurning, sko. Þannig að hérna, en þú veist, ok, við skulum samt sína þess smá skilning að þetta er verkefni sem er alveg, bara þetta er dagur 5. Þú veist, ég get alveg trú að þetta geta orðið stórt og ég svona sá eitthvað svona spár sem að hinn og þessi voru að spá. Jú, ég meina, sumir eru bara að spá þessu bara hérna 0,18 2030 eða eitthvað leis, en svo er aðra að spá þessu alveg hérna 3,90 og eitthvað svo leið, sko, þannig að, þú veist... Það er nú ekkert að marka svona spár. Nei, það er ekkert að marka það. En það sem ég svona, ég svolítið hugsa síðustu ár, ég, semst, hérna, 2020, fekk ég fyrsta airdropið mitt í, hérna, sem maður fær fyrir að hafa gert eitthvað, var Uniswap. Ég er búin að eiga þetta Uniswap og keyra það langt upp og keyra aftur niður endalaust. Og það sem ég, þú veist, Uniswap er sem staðist hérna ómiðstýrða kauphöllin á Ethereum og bara fyrsta sinni tegundar í kryptó. Það sem að ég hefur alltaf beðið eftir að þeir myndi gera, þetta væri meir en governance-token, það sé eitthvað bak við það. Já. Þeir fengju semst eitthvað svona, eitthvað hluta af öllu svappi og svo framvegis og þú veist, ég er stundum svolítið skeptiskur þegar eitthvað svona token kemur út sem er eingöngu governance-token. Þú veist, það líka að segja, ef ég hef verið ráðgjafi hérna Volt Liberty Financials, þá hef ég sagt, ekki gera þetta bara governance-token. Nei, og það er mikið demand eftir nákvæmlega því, sko. Já. Mér finnst token sem ég á ekki, af því að ólíkt þér, sko, þú veist, mér finnst ekki gaman að setja eitthvað lítið í 500 myntir, sko, ég vil hvað segir teknumæðurum við þessu? Ég vil alls ekki, sko, eiga meir en 10 myntir og helst færri. Já, ég skil. Og fyrir vikið mjög skynsamlegt, svo ég takja það fram. Já, fyrir vikið þá set ég, veist, meira í hverja mynd og svona hreyfi mig hægar, sko, þegar ég er að, þú veist, og mynd sem ég er að horfa til, er myndir svo Hyperliquid, en sko, þeir virðast gera þetta mjög vel. Svona, mér finnst það eitthvað liti sambarlegt koncept við það sem mér sýnist Volt Liberty Financial ætlaði sér að verða, en það er miklu meira incentive með tokenið. Ég myndi alltaf bara taka fram frekar og ég viðkynna það, ég er svektur að eigi ekki Hyperliquid og svo fór það að keyra upp og mér fannst einhvern veginn eins og maður lendir í, þú veist, ég meina, eins og þú segir, fullt af incentives að eiga þetta, auk þess buyback-kerfið sem þeir settu upp, það er bara svona, þú veist, miða við velduna á Hyperliquid, þá er þeir bara að fara að kaupa allt tokenin bara á okkur nokkrum árum, sko, öll tokenin. Sko. Já, þeir eru með mjög gott síðan, en það er samt með Volt Liberty Financial, held ég fyrir rétt með það er buyback protocol á tekjunum sem þeir fá af USD1, ég man ekki hvað hlutvallir, hvort því 40-50% eða eitthvað, þeir náttúrulega fá svaka tekjur af því að nú er market capið það er eitthvað 2,8 miljardar dollar eða eitthvað,
þeir þá fá yield á treasury sem þeir þurfa að hafa til að bakka einum og einum og taka svo hlut af þeim tekjum og setja það í buyback. Og engin spurning, USD1 bara sem komið jákvæð, það er bara fastest growing stöðleika myndan úti, sko. Já, þannig að þú veist, ég segi sko að því að við erum múin að fá nokkra beiðnir að lista World Liberty Financial, þannig að sko... Ég verð ekki vinsælt með þeirra sem hlusta þáttin sem eru hrifnir af því. Ég meina, þú veist, þetta vill fólk náttúrulega bara fá heiðalegt take-out, en ég segi bara mitt leyti, sko... auðvitað er mesta uppsætið núna í að fara í svona tók þegar það er bara fullt af óvissu hlutum í gangi. Og örugglega fullt af kauptækjurum, því þú veist, Justin Sun-dæmið, sumulega meina að öll þessi keisla niður sem þú ert að tala sem komið óvart, hafi verið út af öllu þessu neikvæðin kringu það. Það er það sem ég hef heyrt líka og finnst það sennilegt, en mál er bara þetta, við getum samt ekki leyft okkur á myndgöfum að hugsa bara hvað er mesta uppsætið út af því að þá náttúrulega bara fer að lista bara einhver token sem eru sko í top 50.000 skiluru og bara, já þetta geti 200 halda skiluru en mál er að 99,9% aðeins fara bara í 0 sko. Þannig að þú veist, til þess að við tökum ákveðin að lista þessu tokeni þá þarf að vera komin eitthvað svona aðeins meiri saga, maður þarf að vera búin að ná algjörlega utanum út af hvað þetta allt gengur. Ég þarf að fá allavega miklu skýra roadmap en liggur fyrir með tókenið og einhvern veginn þetta þarf að hjaðna hvað ég að segja, allt þetta född að því að líka föddum eitthvað það kannski svona meira one-off skiptir ekki öllum máli en það var eitthvað contract lock-up error sko á þeir sem voru að claima sér sem hefur verið í príselinu sko þú veist, það er búið að vera svona alls konar og þú listar ekkert svona tóken skilur fyrir en þú ert fyrir en ríki hefur svolítið sest og þú getur algjörlega náð utanum og greint, þú veist hverjar er, og helst viljum við bara að þetta sé náttúrulega þannig að skilur þú veist það sé ekki tóken listan nema að eini áhættuþátturinn sé bara markaðsáhættan, bara hvernig er markaðurinn að fara upp eða niður eða hvað það er sko. Og þetta er alveg áhugavert, ég sammálaður og bara þú veist, þetta er samt áhugavert með þú veist Trump áhrif, ég meina þú myndist á CRO samt við Trump og það allt saman, sleppum Trump hlutunum með því, ef við mann rétt á með CRO ekki á Binance. Nei. Það búið að vera þannig lengi og við getum talið fullt af projektum sem eru ekki á Binance. Ég veit ekki betur en að þú veist nú þegar sem að segir bara gegn því sem að þú ert að segja, Binance er þegar búin að lista. Já, Binance og Coinbase og eiginlega allar stóru. Sem að kemur mér, þú veist, upp að einhverju markja óvart með hvernig þetta er meðlega Trump áhrif. Trump áhrif er svo mikil. Þetta var líka svona, ég meina, hvaða meme coin er listað á topp kaupöllunum á day one? Trump coin. Já, er nákvæmlega, það var þannig. Listað. Já, ég man það núna. Þetta var allt svona bara, við erum að senda þau skilaboð að við erum pro-Trump að hann er að fara að vera forseti. Það er bara þannig. Þú veist, þetta er bara þannig. Og nú er þetta og þannig að, þú veist, ég skil mjög vel og alveg hluti af mér, klárlega, er ekki hrifinn af því hvað hann er gríðarlega áhrifamikill í þessu spacei að samaskapi segi, sko, you take the good with the bad og ég segi þetta, hann hefur staðið við öll sín loforð gagnvart rafmyndum eftir að hyggja hefði ég vilja hann hefði lofað kannski ekki af ágjur, ég er ekki að fara að lonsa mín coini, skiluru en hann alltaf lofaði einhver slíku, skilur þú veist, hann kom bara með ákveðin loforð sem eins og maður talar í lögfræðina, það er annars vegar jákvæð loforð og svo neikvæð loforð og jákvæð loforð þá lofa hvað það ætlar að gera og svo neikvæð loforð hvað það ætlar að gera ekki hann kemur bara með jákvæð loforð, ég ætla að gera þetta jú, eina neikvæð loforð er það verður aldrei CBDC Central Bank Digital Currency og hann hefur staðið við það, skilur það er frumvarp sem búið samþykkt í fulltrúadeildinni anti-CBDC akt sko. En það er eina neikvæða loforðið loforð hann ætla að gera eitthvað ekki en hann veit engin loforð að hann var ekki að segja ég ætla að vera út allt með allt í öllu í mörgum multi-billion dollar projektum. Svo er eins og menn sé að gera grína þessu, ég veit ekki hvort þess að grína þessu sko, þegar World Liberty Finance var lánsað þá kom Gavin Newsom demokrataflokknum og sagði ég er að fara að gefa út Gavin tokenið sem er örugglega bara verið eitthvað svona grín sko. Vonandi en en eins og þetta er auðvitað bara
nú þessi, staðið nú þessi Ég get alveg trú að þetta er að við séum í, þú veist, við varum að tala um kauptækifæra, það eru glátt kauptækifæra á sig núna, en þú veist en þú ert klárlega núna, þú veist, við vorum nokkri vinir sem fórum í þetta og einn vinur minn seldi sér svo bara út sko með þetta, hann sagði bara það er of mikið rugl í gangi með þetta og þú veist, mér finnst ólíklegt að þetta þróast á verstaveg, ég var bara ok, ef þetta þróast á verstaveg þá bara ræta ég það niður í zero, en ég er ekki sann núna, þó að þetta sé á þessu verði, ég er ekki að fara að bæta meira við mig í þessu tókunni, fyrir en ég farin að sjá einhvers konar svona jákvæða sviðsmynd og svona jákvætt útlit með næstu sko. Ég sé, þú veist, ef ég fæ sumar þessu upp og ég er að tala sem maður sem búin að setja talsveit meir en ég ætlaði mér, skulum við segja, í þetta tóken, svo ég nefn nú enga tölur, en ég mun setja talsveit meir en ég ætlaði mér í þetta tóken og er svona 25% niður. Ef ég ætti að lýsa einu orðið yfir þetta er bara kaos. Já. En þú veist, so far. Sko, munun kannski að þessu Trump-tókuninu, það er þó allan eitthvað bakveita, þannig að við getum 100%. Og þá oft á tíðum er svona kaos og eitthvað svona neikvæða fréttir. Tímabundið. Já, einmitt. Eigar skilið þetta market cap með við það sem er í gangi er raunverulega komið að stað? Nei, alveg 100% ekki að mínum mati. Mun það hækka á næstunni? Já, ég tel það alveg líklegt. En þú veist, mér finnst það samt svona, það nánast að segja, það er svona ákveðin helmingurinn af þessu market cap er bara minkum market cap, sko. Já, þú ert að meina bara hype effekt. Já, einmitt. Já, það er held ég. Það er mitt teika á þetta, sko. Nema hvað, til að countra það, hvað er samt hypeið? Já. Ég man eftir hype, ég man eftir hypeinu, sko, hérna með Trumpcoin, ég hef nú bara sjálf að sé hana eins. Þegar Trumpcoin kom, 17. janúar, mástu ekki hypeinu? Já, jú. Það var galið hype, sko. Maður bara... Þú veist, en það var náttúrulega gríðarlega stutt. Já, kannski ekki þannig hæp, sko. En ég segja með þetta, mér finnst vera í raun og veru sára lítið hæp í kringum þetta. Mér skilur þannig. Já. En jú, ég menna samt alveg komna beiðnir að lista svo myndgöp og svona, þannig að það er alveg augljóslega. Það segir ýmislegt. En ég er svona fundamental maður, ég vil bara sjá eitthvað gerast á alvöru gerast á Balkakjönu. USD1, hvað er hann, eitthvað 2 miljardar market cap, eða 2,6 eða 7 held ég. Þú veist að það er alveg eitthvað sko, en þú veist, ég er samt það mikil, þú veist, þegar ég tala um Solana er ekki bara því að ég er að tala um að ég sé hrifin af Solana, það er bara, þú veist, það er bara fundamental, það er í gangi á Balkakjönu og ég berða saman með Cardano sem er ekkit í gangi á Balkakjönu, mjög lítið, núna nýlega voru þeir ekki hluti af þessu dæmi sem að ríkisstjórnin var að tilkynna að setja á Balkakjöðuna og nýta Balkakjöður í sko, þannig að þú veist, maður er svolítið að veðja á að teymið í kringum þetta sé með burði og færni til að láta alvöru hluti og alvöru adoption fundamentally gerast á þessari keðju. Og örugglega getur teymið í kringum það. Ég hefði viljað sjá samt planið vera betur útfært, tokenomics betra svona ekki bara góðnast, það er bara mitt þeir eru búin að hafa allavega ár og meir en ár til að undirbúa þetta. Þú veist, hvað voru það að gera allan annan tíma? Já, einmitt. Já, góð punktur. Það verður kannski seint sagt þig að þú hafi verið mjög búlis á þetta tóken. En það væri slæmt ef við erum alltaf sammálaði. Við erum ekkert ósammála. Nei, ég er náttúrulega, mér finnst það mjög spennandi. Þess vegna er tilbúin að setja peninga á þetta. Ég sé klálega atburðar á það sem það verður mjög stórt. En ég er ekki að fara að kaupa 500 á fyrsta tókenið mitt, sko. Nei. Byrja alltaf að selja svona 490 og svo ekki bara... Ok, ég hugsa að þetta sé bara næg umfjöllun World Liberty Financial. Sko, ég er með nokkra punta hjá mér hérna, þú veist, erum búin að tala mjög oft en nú svona greiningar alveg verðast vera bara að það sé nánast örugt að það verði stýrivaxtalækkun 16. til 17. september og aftur að koma inn á þetta að þó svo að maður myndi að halda að væri búið að prísa inn þá bara virðist þetta markað að vera þannig að já, vel ef svona augljós frétt kemur, þá má bara vel vera það flippi markaðinum og marki eitthvað upp af eitthvað svona hækunar. Ég held að. En þú ert með nokkra punkta hérna, sko, þegar fyrir kannski aðeins tökum eitt í einu en tveir punktar. Það sem við nú talaðum, en kannski fínt að fá aftur bara smá yfirferð hvaða ETF er þetta nákvæmlega sem eru pending
og svo hins vegar þú ert með hann punkt sem ég á nú ekki að setja mikið inn í en það er Solana staking market capið og svo Ethereum staking. Já. Byrjum á ETF-unum. Já, sko, það er núna yfir 90 kryptókaupallasjóði sem eru pending hjá SEC. Langstærsti hlutaðum er XRP og Solana. Flestir. Eða þú veist, þá meina ég Hversu, er hlutfallslega. þetta 90? 90, yfir 90, örugglega 93. Vá, og flestir eru XRP og Solana. Já, svo er einhverjir svona basket, svona körfur af einhverju, sko, en þú Bara meir en bara einn. Ég veit að þessum blue chip basketana, Já, það er sko, þeir eru alltaf að tala um að hann er fyrst í sinna tegundar. Það er kannski komin fleiri í kjölfarið. já, það, ég sé allan 1, 2, 3, 4, Ok, það er eitthvað, ég þekkið ekki, þú veist, CraneShares, SF Large Cap, Crypto ETF, CraneShares, Coinbase, 50 Index, Truth Social, Crypto Plus, sem þú ert að tala um, já, CoinShares Digital Asset ETF, þannig að það eru ok, allan 4 þannig, sko. ok. Og svo eru í kringum 90 aðrir. Og hvað hérna, Þetta er allt frá Deutsche, Dot, Avax, gott að vera ekki Bonk í þessu líka og Sui er komið inn í þetta, Tron, þú veist, Aptos, Pengu, BNB, Near Protocol. og er BlackRock með mikið af þessum umsóknum? Nei, ég bara er nokkuð vissum að BlackRock er ekki minn en einustu umsókn. Áhugavert. Það er mjög áhugavert. Það væri gaman ef það hefði sagt mann að BlackRock væri með eitthvað af þessu. En þessi stór eins og Fidelity, Já, Fidelity, ef ég man rétt þá er, sko, ég sé það ekki núna nei, og ég þori ekki að fara hvort að þeir eru örugglega ekki einu sinni konum með Solana. og það gæti, þú veist, Það er Van Eck og það er Bitwise og það er alveg stóri þú veist, playerar. Canary Capital hérna, Já, þú veist, einmitt. það er 21 Shares sem er líka stórir. Ok, já, Þeir eru með Dogecoin, Sui, BNB og Near til dæmis, sko, einmitt. og þetta Solana. Ég er ekki með listan yfir alla 90 hérna hjá mér, sko. Nei. En ok, þannig að, En þú veist, og það er enn verið að tala um 90% pluss líkur. já, og það er búið að vera mikið í gangi sem ég held að sem er jákvætt, að því að þú veist, fjármálættir eru búin að senda, þið þurfa að laga þetta og það er sendt tilbaka og svo kemur þau að laga þetta, þannig að það er svona ferli sem að snýst ekki um að þeir sé að fara að neyta, Nei, snýst nei, meira um að þið þurfa að lagfara bara eitthvað í skjölunum eitthvað, sko. Einmitt. Þannig að þú veist, það, og bara ég er ennþá þeirra skoðunar að ef að til dæmis Solana og XRP hérna verður samþykkt, þá verður, ég segi kannski ekki 93 sjóður samþykktir, en ég held að það sé svona tölur meirinn helmingur, jafnvel bara eitthvað svona 70-80%, jafnvel bara meira hlutin, sko. Maður myndi halda að væri nála, þú veist, ok, Pengu og eitthvað svona skilur eftir Já, já. komin í eitthvað, kannski Sui geti verið tæft út að, þú veist, að það er 70% hérna, tokenomicsinn í að svona, þú veist, það væri alltaf hægt að segja að Sui væri security að þú ert með meira en 70, en ok. Það eru ekki eitt pláss fyrir eitthvað marga Sui sjóði, það verður ekkit endalust, og það verður ekki að meina Sui bara, þú veist, það er kannski ekkit endilega, því neðar sem við förum í market cap og svo lið, þessi, þá er ekkit eitthvað endalust þarna flæði inn í þessu sjóði. Nei, og svo er það örgulega margir svona alls konar kannski fyrir vonbrigðum er að, þú veist, að ég var að svona sláin úr hvað þykir successful ETF launch. Að því maður er vanur, við erum alltaf að tala um sko, sjóð sem er mest successful ETF launch í sögu Wall Street. Bitcoin, já. Og þetta er alltaf bara einhverju miljardar dollarar bara, þú veist, komið núna, þú veist, hvað var hérna, komið sko mikið, hérna, hvað voru fljótir í 80 miljardar dollara assets under management og svo framvegis. Þú veist, successful ETF væri alveg $100 million innflæði á 12 mánuðum, skiluru. Þú veist, fattar hvað er að fara. Þú veist, það er bara flott framistæða, sko. Þannig að örugglega einhverjir sem er að fara að tala um hérna sem kannski eiga nýr eða eitthvað sem dæmi skilur og halda kannski sjá einhverjum miljardar dollara, öllum líkindum ekki. Hins vegar sá ég að það var greining með XRP ETF-inn frá, ég man ekki greiningaraðli var, en það var eitthvað stór greiningaraðli sem var að tala um að gæti voru alltaf $8 miljardar innflæði á 12 mánuðum. Þú veist, það er einmitt, en ég meina greining. En ég meina, þú bara, og sjá það bara, meina, tökum bara Ethereum sem dæmi. Já. Meina, bara, þegar það loksins fór á stað, það fór það á stað. Já. Tökum þessi fyrirtæki sem dæmi, ágústmánuður, hlutfallið, þú veist, af því sem að keypta af Ethereum í ágúst
fyrir fyrirtæki og kaupallarsjóði var bara, ég man ekki tölning hvað 80% af öllu sem var keypt á þessum tíma miklu meira heldur en Bitcoin og ég sá eitthvað staðar hérna mjög áhuga að vera tölfræði þar sem að vera að skoða hérna, það tók Bitmain hérna, hvað heitir hann hérna Já, þú veist hvað er að meina Tom Lee. Það tók Bitmain 60 daga að komast upp í þá verðmatstölu þar að segja á hvað þið keiftu mikið í Ethereum, ég er að meina verðmati á Ethereum sem þið keiftu það tók 60 daga að fara að gera það sem Michael Saylor gerði á 4 árum þetta er alveg bilun hvað þetta er búið að vera gríðarlega miklu aukningi í þessum fyrirtækjum Vá Það er rosalegt. En þeir komu með slatta í Ethereum inn í þetta var ekki. Já, og það er auðvitað bara hluta af þessu, það er, þú veist, og við töluðum að síðast að þetta líka út frá Solana og Sharplink hérna hitt, hérna Ethereum fyrirtækið. Þetta er ekki allt bara kaup, þetta er hérna, þeir eru fengnir inn í sem eignar hluti í fyrirtækinu með því að setja hérna. En það sem er samt svo búlis við það þá er það búin að eyrnamerkja token sem segir bara við erum ekki að fara að selja. Við erum ekki að fara að selja þetta. Einmitt. Þannig að það er alveg mjög, mjög stórt sko. Ok, hérna Já, það var þetta Solana Já Þú veist, Solana er eitthvað 1,50 held ég í dag í market cap að Ethereum það var þegar við tölum einhvern veginn að 25% ég held að segja jafnvel Já, þetta var eitthvað ég var að það er á milli nú bara flett þessu upp hérna mjög hratt sko en jú, þetta er cirka það þetta er rétt rúmlega 15 eins og staðan er í dag Mér fannst allan að mjög áhugavert að því að mér er svo gaman að skoða svona tölur með að við hvað möguleika hefur því ég hef alveg verið bara opinskál með það ég hef alveg trúa því að það sem er að búið að gerast með Ethereum fara að gerast með Solana og þú veist, og þá hugsaum við segjum bara að fyrirtæki fara að kaupa mikið af Solana og kaupallarsjóðu kemur þá þarf maður að setja inn yfir reikningin það þarf minna til að hækka úr 20% af marketkapna Ethereum auk þess Ethereum sem er steikað er 29% Ethereum með að 70% af Solana og núna er tölun það þannig ef þú skoða marketkapið bara út frá hvað er steikað mikið þá er Solana orðið hærra í marketkap per staking Solana versus staking Ethereum, ef þú skilur hvað ég meina þú tekur bara marketkapið af öllu því sem er steikað og sleppur öllu hinnu sem er ekki steikað. Það var að vera hærra enn Ethereum. Sko að 29% steikað af Ethereum þá ertu með meira en 150 miljardar dollara sem er ef þú tekur marketcapi sem er steikað í Ethereum marketcapi á Solana í heild sinni er 111 sko. Þú ert að meina að passa ekki, gengur ekki upp? Ekki. Okay, þú veist þessi 29 og 70% er svo sem tölur sem að ég er með í haustnum bara einhverja mánuði aftur í tíman. Ég sá þetta bara að koma market cap þetta með að það var nánast það sama, þetta er örugglega rokkað á milli. En maður sér allavega að munurinn er langt minni sko. Þetta er miklu nærið í sko. Eðlilega. Og þú veist, og kannski bottom line þessu, hvað er það? Þú veist, ef að bara 30% er ekki steikað, þá er hægt að segja að það er miklu minna supply á markaðunum þegar að fyrirtæki kaupallarsjóðu fara að keyra eitthvað inn. Ég veit ekki endilega hvort það sé að fara að keyra eitthvað inn, en það er margt sem bendir til þess bara tökum þetta Pantera Capital og Galaxy og allt þetta sem eru að fara stað með svona fyrirtæki, sko. En eitt samt sem er mjög mikilvægt að tala bæði tilfelli í Ethereum, en þó sérstaklega í Solana, er að yfirleitt er að þannig með Ethereum að þú ert svona það getur verið alltaf 20 daga eftir í hvaða staking solution þú ert að nota að ennsteika. Solana ertu yfirleitt bara 1 til 5 daga að ennsteika. Gera verkum að, þú veist, það má ekki alveg taka hann bara þótt þessi steika, þetta sé bara eitthvað ultra long hold. Það er bara mjög margir sem er bara short-term holderar, en þeir eru svo ok, þar hvort þeir bara líklega býði bara 1 dag, af hverju þá ekki með allt steikað. En enga síður. Við erum þetta bara að leika okkur að tölum hérna bara svona til að setja hlutin í samhengi, sko.
En ég meina Solana núna, með að hvað eitthvað, þú veist, ótrúlega búið að vera bara döll og boring ástand á markanum, þá finnst mér Solana bara búið að hafa bara haldið sér ágætlega. Við vorum búin að vera að halla svolítið halla orðið á framistöðuna því að það var bara ekki annað hægt hérna lengi vel sko, þegar það var komið í 100 og var svona hanga lengi í 120 og 30 og 40 og hérna í vorskiluru. Og svo núna, þrátt fyrir, þú veist, ekkert eitthvað æðislegan markað, þá var hann að halda sér frekar konsistently yfir 200, þannig að Og ég alveg á því ennþá að við tökum ykkur svona top 15 myndir og þú ætlar að fara inn í eitthvað projekt núna og vera inn í 2 mánuði segjum bara, eða 3 mánuði. Ég held að besta kauptæki fyrir að sé ennþá Solana. Já, það er allavega mjög margir sammálaðir. Og ég meina, og hluta til það út af, þú veist, það er búið að gera svo mikið Ethereum, það er búið að vera svo mikil hækkun með Ethereum, það snýst ekki að Solana sé betur en Ethereum, en það sem við sjáum öruglega þessi fyrirtæki fara að vera meira áberandi í Solana og svo það 19. október sem síðasti deadline fyrir Solana kaupallarsjóðin, sko. Já, þannig að þú myndir ekki vera hrifin af því að láta september líða allan og hérna, fyrir þann sem ætlar að kaupa. Nei, kannski allt í lagi að bíða eftir einhver svona smá droppi einhvern veginn að því að það september mjög sveifláttur sko, og ákveð einhverja tölu þá, þú veist, að því að þú veist, mín reynsla ef ég bíða eftir droppi niður í X, þú veist, þá var ég farin aftur að bíða eftir droppi niður í Upsilon þegar ég komið þangað. Einmitt. Já, fólk verður að vega þetta og meta. Ég bara nokkuð sáttur Björn við þessi yfirferð. Þetta var svolítið mikill fókus á Liberty Financial en það var held ég bara vel við hæfi af því að þetta sama hvað fólki kann að finnast hvort tókenið sem slíkt sé gott eða slæmt bæ að þá þetta náttúrulega mjög stórt verkefni og það að co-founder Emeritus sé núverandi forseti Bandaríkjanna það gerir bara verkum að það óhjákvæmilegt að við allavega, þeir sem taka þátt í þessu markaði svona kunni þessu nokkur skil. Bara engin spurning. Þannig að Björn, ég þakka þér fyrir spjallið og ég þakka ykkur kæru hlustundur fyrir samfylgdina. Þangað til næst, verið sæl. Takk.